Some say I'm a bit of a fool. Komið sæl. Ég heiti Matti og er í vinnum Sjonna. Í dag er í boði pizza og pasta frá Vapiano sem er ítalskur staður sem verður fljótlega opnaður á Dalvík. En við erum núna á leiðinni heim á hótel, það er innan við 20 mínútur í brottför upp í höll fyrir loka kvöldið. Nú er komið að því. Nú ætlum við að taka á því maður. Við erum búin að stemma okkur vel upp. Það var tekið gufubað, pottur, Vapianos pasta og við erum virkilega í flottu formi held ég núna. Við erum myndað stödd með honum Benna Brynleifs, trommuleikara og söngvara í vinnum Sjonna. Hvað segirðu Benni, hvernig leggst kvöldið í því? Bara ásalega vel, bara í góða fíling, ég hef góða tilbyggingu fyrir þessu og það er smá spenningur en það er bara jákvæður spenningur. Já, ég segi það sama, það er svona, maður er með pínu fyririldi en það er bara tillökunna fyrir. Algjörlega, það er bara svo gaman að labba inn í salinn. Já. En hvað erum við að fara að gera núna? Þarna er rútan okkar? Já, nú erum við bara að fara að keyra upp í höll og undirbúa okkur, fá okkur í eyrun, mónitoruna og alls konar fá mækatækin og svona og það tekur alltaf tíma. Svona svalur og góður blær hérna núna, þetta er búið að vera svona svolítið svona rakur svitafílingur hérna allan tíman en þetta er svona einn kaldasti dagur ferðarinnar sem er óskap notalegt í dag einhvern veginn. Gut, wir erum núna í Þýskalandi, Stuttgart, nein, falsch, Düsseldorf og við ætlum að fara í Messehalle, ja? Allt vera skemmtilegt núna. Það vera hvor gaman. Alla setja rétta hendina upp og segja hvor gaman. Gaman! Jawohl, þetta er gæðislega skemmtilegt. Jawohl, ég ætla kannski að segja ykkur smá sögun af þessa borg sem er mjög skemmtileg. Ekki þínum minnsta bróður, þó höf og álfur skilja. Hvað ertu með hérna? Góð kvikmyndagerð hjá þér, Hreimur. Svo hrifin af hvernig þú lætur svona zooma inn og svona. Þetta er svona sérstaklega Eurovision trefill sem er seldur hérna úti með íslenska fánanum á. Og þetta var þá gjöf frá honum Glenn sem er algjör snillingur. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er geðveikt. Það er úrslitakvöld í Eurovision. Öðurstund. Nú kemur það. Já, einmitt. Það er listamaður sem heldur á kamerunni eins og sjá má. Aldrei stressaður. Við erum að stunda sérstaklega jókaöndun hérna til þess að reyna ná líkamshittanum aðeins niður, það er svo heitt hérna inni. Þannig að við sitjum hérna það sem er eini gusturinn í húsinu, það er svona 35 stiga hiti hérna inni. Það sleppi ég að fyrir myndatökur. Ég er bara í vídeo. Hérna þarf að gifta. Hérna baksviðs bara erum að labba inn í höllina. Það er komið smá fiðringur í mannskapinn, það er ekki eftir að leyna því. Ég er að taka að ræða sig á betri að það er komið þumlana. Það var svo geðsjúk. Hún var að ganga á sviði hljómsveitin Blue. Hún var bara skítsæmú. Það eru nokkuð góðir, en heldur þetta stráðir? Fínir. Það eru æðislega. Góðir drengir. Love is blue, dáða drengir. Þeir eru dáða drengir. Já, þeir eru svolítið bláðir. Dáðir drengir, hana líka. Það er svona korter við erum sviðið eitthvað. Eitthvað slags, korter í það. Já, og það er bara aðeins laki. En ákveðni og fókus í mannskapnum. Nú er bara að njóta og skemmta sér. Já, ég held að við höfum allt bara með okkur í þessu. Þjóðina, við erum í formi. Skemmta þessu stóra partíi sem býður. Allir hressir. Já. Nú njótu þess bara. Takk fyrir að horfa á dagbókina. Frábært. Já, takk fyrir það. Kannski höldu þessu bara áfram. Það var gaman að gera þessa dagbók fyrir mig. Já, gera þetta bara áfram. Hver einasta degi. Há. Það er að fara að njóta ásta með strákunum í Blue. Ég sé ykkur. Má ég sagt hana? Það er há.
Hæja, gott fólk. Svona líkur snjall símadagbók okkar. Á þessu sinni vinni Sjónar þakka kærlega fyrir sig. En það er nú eins og þegar maður er að keppa í tónlist, það er aldrei neitt vitað. En við erum virkilega sátt við okkar. Takk fyrir okkur, kæru Íslendingar. Jæja, þá er keppninni lokið. Ég er ekki frá því að maður sé bara pínlítið feginn. Nú kemst maður bara heim og svona og skemmt partí og eftir. Og svo erum við strákana í Blue hérna. Þeir voru ekkert sérstaklega ánægðir með hvað hreinlendu. Þeir voru bara í 17. eða eitthvað. Já, ég man það ekki. The captain will not comment on this at this point. No. Núna enda símadagbókin á því að síminn fer hún í kokið á mig. Góðum með það.